Sæl veriði, góða kvöldið, verið velkomin hingað í loftsalinn, þessu kalda vetrarkvöldi. Það gleður mig að sjá okkur öll. Nú er komið að 7. og næst síðasta fyrirlestri hjá Björgvin sem fjallar endurkomu Jesú Krists og ég bara Björgvin orðið. En áður en ég geri það, þá minni ég bara á að setja símana á hljóðastillingu út af upptöku og öðru slíku. Takk hérlega fyrir. Komið öll blessuð og sæl og gaman að sjá okkur svona mörg þó að sé liðið svolítið á tímann. En við ætlum að spyrja sjálfan Jesúm Krist að því í kvöld hvenær hann komi aftur. Hann hefur svarað þessari spurningu í Matteusar 24. kafla og líka hjá Lúkasi í 21. kafla, ég man rétt. Og við ætlum svona að líta á þetta í kvöld. Við sjá. Stefán, þú ert klókar en öldungurinn. Þetta er komið, takk fyrir. Og ljósin hérna svona. En það eru lærisveinar Jesú Krists sem að spyrja þessara spurningar skömmu fyrir krossfestinguna. Og þeir eru í námunda við musterið sem var gríðarlega falleg bygging, klædd marmara frá Ítalíu og var í smíðum í held ég meira en 40 ár. Og þetta var auðvitað stolt þjóðarinnar, en þetta var líka stolt Rómverjanna. Og þeir vildu alls ekki að þessi bygging yrði lögð í eyði. Og lærisveinarnir eru svona sýna Jesú byggingun, ekki það að Jesú hafi ekki séð hana, en þeir eru svona eins og að segja við Jesú, erum við ekki dálítið flott þjóð sem að eigum svona glæsilega byggingu. Og þá er það að Jesús kemur með þessa yfirlýsingu. Og ég hef grun að lærisveinarnir hafi svona eins og hrokkið við. Og Jesús segir, sannlega segi ég yður, hér mun ekki eftirlátin steinn yfir steini, eigi sér niður brotinn. Og þá vilja þeir fá að vita hvenær þetta mun eiga sér stað. Og þegar við lítum á hérna, eyrað á mér. Þegar við lítum á hérna það sem að Jesús segir þegar þeir eru komnir sem sagt frá Jerúsalem og yfir á Olíufjalli sem er bara hinum megin við Kídron-lækinn, að þá spyrja lærisveinarnir að þessu sem sagt, seg oss hvenær verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar verða. Og Jesús svarar báðum spurningunum, bæði varðandi eyðingu í Jerúsalem og endurkomu sína í þessum kafla. Það eru tvær spurningar sem eru spurðar og Jesús svarar þeim báðum. Og hann vitnar hérna í Daniel spámann sem mér finnst mjög merkilegt og segir við lærisveinana, þegar þér sjáið viðurstyggð eyðingarinnar sem Daniel spámaður talar standa á helgum stað, lesandinn athugið það. Og þá segir hann við þá enn fremur, þegar þér sjáið sem sagt eyðinguna, þá flýið þeir sem í Júdeu eru til fjalla og sá sem er upp á þaki fari ekki ofan og sá sem er á akri skal ekki hverfa aftur og taka yfirhöfn sína með sér.
Og manni finnst einhvern veginn að hraðinn sé gríðarlega mikill, að viðurstyggð eyðingarinnar komi skyndilega að óvörum og þú færð engan tíma til umhugsunar, þú verður að flýja undir eins. En við nánari athugun að þá komst að því að svo er ekki. Og hérna í þessum texta hérna, ég ætla ekki að lesa hann allan, að þar segir að koma mun þjóð án þess að hún sé skilgreind sem mun eyða bæði borginni og helgidóminum. En svo mun þessi þjóð sem að ræðst á bæði borginni og helgidómin, hún mun sjálf undir lok líða. Þetta er það sem að Jesús er að vitna í þegar hann segir, Daniel spámaður talar að viðurstyggð eyðingarinnar munu koma. Og þessi viðurstyggð eyðingarinnar sem kemur eru Rómverjarnir. Því að það eru þeir sem leggja undir sig landið og seinna meir borgina og seinna meir eyða þeir musturinn þannig að það stendur ekki steinn við steini. En Rómverjarnir myndu sjálfur líða undir lok, segir Jesús. Og það gerðist þegar Ótavakar batt enda á Vestur-Rómverska ríkið árið 476 og svo er það að Múhameðstrúarmenn undir forystu súltanins Mehmed ræðst á Austur-Rómverska ríkið og það líður undir lok þegar Konstantínópel fellur 1453. Þannig að allir þessi spádómar hjá Daniel og sem að Jesús sjálfur kemur með, þeir hafa allir ræst. Og í 11. kafla Danielsbókar er okkur sagt að ofríkisfullir menn sem að við komumst á raun við nánari athugun eru Rómverjar, þeir munu sundur mola þjóð þína. Og þessi vitrun mun rætast, segir Jesús reyndar við Daniel, en sjálfir munu þeir undir lok líða og það gerðist. Lúkas hann segir örlítið öðruvísi frá ræðu Jesú á Olíufjallinu. Hann segir þegar þér sjáið herfylkingar í staðinn fyrir viðurstyggð eyðingarinnar, þá notar hann orðið herfylkingar umkringa Jerúsalem. Að þá er tími til þess kominn að flýja. En Jesús, og með skiptir þetta miklu máli, hann hafði engan áhuga fyrir því að borgin liði undir lok, að musteri yrði jafna við jörðu og að þjóðin yrði tvístruð allan heim. Jesús hafði engan áhuga fyrir þessu. Þess vegna segir hann, Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég ekki safna börnum þínum eins og hænan ungum sínum undir vængi sér, en þér vilduð eigi. Guði er svo oft kennt eitt og annað sem gerist af neikvæðum toga. En Guð er aldrei eyðandinn, aldrei. Það eru annaðhvort við mennirnir sjálfur sem erum að uppskera það sem við sá, ellegar þá leyfum við hinum illa, sem er kallaði Satan, að ná tangarhaldi á hlutum þannig að illa fer. En Jesús hefur engan áhuga fyrir dauða nokkurs manns, né hafði Jesús áhuga fyrir því að Jerúsalem liði undir lok. Og það má eiginlega lesa milli línuna hérna þegar Jesús er að segja þetta, að hann er með grátstafina í kverkunum.
Hann kominn til þess að gefa líf sitt til fyrirgefningar syndana. Hann kominn til þess að bjarga þjóð sinni undan oki Rómverja, en þeir vildi ekki sjá það. Og Rómverjinn kom og herfylkingarnar þær umkringdu Jerúsalem og eyðing hennar var þess vegna í nánd. En það vill þannig til, þegar við kíkjum á söguna, að einhverjir förupiltar, þykkum við að segja, slátruðu svíni fyrir utan bænahús gyðinga og það leiddi til þess að uppþot átti sér stað. Og Rómverjar bældu þetta uppþot niður og svo settust þeir borgina árið 66. Og enn þann dag í dag hefur engin sagnfræðingur getað komið með útskýring á því af hverju Rómverjinn sem hafði sest borgina hvarf án þess að ljúka ætlunarverkinu. En hér það að kristnir einstaklingar í Jerúsalem sem trúðu orði Jesú Krists, þeir notuðu tækifærið og flúðu. Þannig að hinir kristnu, þeir fengu 4 ár til þess að yfirgefa borgina og bjarga lífi sínu. Og ég held að heimildirnar sem að segja frá því að ekki einn einasti kristinn maður lét lífið séu áreiðanlegar. Af því að þeir treystu því sem Jesús hafði sagt. Og það sem að gyðingarnir því miður gera þegar að Rómverjarnir hverfa frá borginni, þeir elta hérna Rómverjana og gjörsigra þá skammt frá borginni, ráðast á þá aftan frá og brytja þá bókstaflega niður. Og þú getur rétt ímyndað þér hvort að Rómverjinn hafi ekki hugsað þeim þegjandi þörfinu. Þú getur bara rétt ímyndað þér. Og þeir voru varla búnir að átta sig á hlutunum Rómverjarnir þegar þeir ákváðu að koma aftur til borgarinnar. Og það þá undir forystu Títusar. Og heiftin alveg ólýsanleg ef þú myndir fletta upp í sagnfræðingnum Jósefus, sem var gyðingur og samtímamaður, að heiftin hið innra með Rómverjanum og þess vegna hið innra með gyðingum, heiftin var svo ofboðsleg að það var ekki við neitt ráðið. Og Títus hafði bannað sínum hermönnum að veitast að musturinu og sem sagt eyðileggja það. En það var ekki hægt að stoppa það því að heiftin var svo mikil. Og sagan segir okkur að einhver hafi hent kyndli inn í musturið. Og þar eru veggirnir klæddir bæði setrusvið og þar eru tjöld með útsaumi, gullþræðir og silfurþræðir og ég veit ekki hvað, og allt þetta fuðrar upp á skömmum tíma að sjálfsögðu. En Rómverjanum tekst engu að síður að hafa með sér ljósastikuna, og þessi mynd tekin af sigurboga Títusar í Róm, þar sem að við sjáum ljósastikuna, og hún úr massífu gulli. Þannig að einhver hefur orðið ríkur við að ná sér í ljósastikuna. Og hér sjáum við grjót sem liggur í námunda við þar sem musteri stóð og musterishæðin var. Og það eina sem eftir er grátmúrinn svokallaði,
en annars musterið horfið og borgin hún var bókstaflega talað lögð í eyði. Og ungu gyðingarnir sem teknir voru til fanga, þeir voru píndir, getum við sagt, til þess að byggja þetta mikla hringleikahús sem við köllum í dag Colosseum í Róm. Hefði þjóðin tekið við Kristi, þá hefðu ungu mennirnir aldrei verið herleiddir til Rómar til þess að enda ævi sína sem þrælar við byggingu á þessu, við getum sagt, stórkostlegu byggingu. En þannig fór þetta einhvern veginn allt út fyrir. Ég veit ekki hvort ég ræði þetta sjálfur en Örn, getur þú bjargað gamla kallinu? Ég held ég sé að ég veit ekki hvað ég að gera. Jú, látum þetta bara, það heyrist í mér eða ekki. Já, sjáum hvað gerist. Og þá það að síðasta uppreisnin þögguð niður af Hadrian. Og þá voru menn sem stigu fram og þóttust vera Messías og hér einn sem gerir það og fær nafnið Bar Kokhba sem merkir sonur stjörnunar, það að segja spádómsins sem skráður í 4. Mósebók og sem að vitringarnir frá Austurlöndum trúðu á og komu þess til þess að færa Jesú gjafir. Þessi Bar Kokhba, hann þykist vera uppfylling á þessum spádómi, en Hadrian hafði nú ekki mikla trú á því og eftir árið 135 þá Júdaríkið, ef við viljum kalla það ekki lengur til. Og Hadrian gefur því nafnið Palestína og hann nefnir borgina Elius Capitolinius og fyrra orðið nafnið á Hadrian sjálfum. Hann hét Elius Hadrian og ekki bara, sem sagt, dreifðan gyðingum til allra átta, heldur bannaðan helgihald 7. dagsins, sabbatsins eða hvíldadagsins og gyðingar þeir snéru ekki heim aftur fyrir 1948. En mundu eftir orðin Jesú: ég kom til þess að safna ykkur saman eins og hænan sem safnar ungum sínum undir vængi sína, en þið vildu það ekki. Og þess vegna fór sem fór. Það sem Jesús nú talar í spádómnum í Mattheus 24 að sem sagt eftir eyðingu Jerúsalem og eftir að þjóðin hefur verið dreift til allra átta, að þá verður mikil þrenging, segir Jesús, sem að mun bitna á hinum kristna. Og Jesús segir að þrengingin hún verður svo mikil að ef þessir dagar yrðu ekki styttir, þá myndi ekki einn einasti kristinn maður lifa þetta af. Því að eftir að Jesús hefur stofnað hina kristni kirkju með því að vígja apóstolana 12 til starfa, þá átti hún því miður ekki von á góðu, þrátt fyrir það að boðskapurinn væri yndislegur. Og við getum sagt að þessi mikla þrenging, hún byrjaði með ofsóknum Nerós árið 64.
og hún stóð linnulaust yfir til ársins 313. Og síðustu 10 árin fyrir 313, þau voru svo heftaleg að það lá við að það væri ekki einn einasti kristinn maður uppi standandi. En ofsóknina gerði það að verkum að kirkjan, hún óx. Meðlimi kirkjuna eru bara fleiri og fleiri, því að munurinn á illskunni sem birtist í ofsóknunum og þessari kærleiksríku, sjálfsfórnandi framkomu hinna kristnu, munurinn var svo ofboðslega mikill að þúsundir vildu heldur týna lífinu í ofsóknum en að missa af hinu góða kristna kærleiksríka lífi og vonina upprisu og eilíft líf að þessu loknu. Og þeir sem að svona eru standa þarna á sitthvorum endanum annars vegar Nero og hins vegar Diocletian. En ofsóknirnar voru skelfilegar. En svo það að eins og hendi sé veifað að ofsóknum hættir þegar að Konstantínus keisari tekur það ákvörðun að virða trú hinna kristnu til jafns við heiðnina, en því miður þá var það ekki til heilla fyrir kirkjuna þvert á móti. Því að hún fór núna að taka inn í kenningar sínar bæði gríska heimspeki, gríska goðafræði og í staðinn fyrir að kalla Guðinn og styttuna fyrir Júpíter, þá fékk hún nafnið Pétur postuli og menn svona veittu styttunni meiri lotningu heldur en kannski Guði sjálfum. Og þá víkur sögunni að kristinni kirkju sjálfri, því að það sem gerist núna, og við erum að tala þessa miklu þrengingu sem Jesús talaði það sem gerist núna eftir að kirkjan verður veraldleg og eftir að kirkjan fer að vinna með ríkisvaldinu, að þá fer hún sjálf að ofsækja sína eigin meðlimi. Og það eftir að kirkjan búin að verða fyrir ofsóknum keisarana frá 64 til 313, að þegar við komum inn á sem sagt 7. öld, og ég tala ekki þá 12, að þá kirkjan komin með skipulagðar ofsóknir á hendur sínum eigin bræðrum og systrum. Og hér eru þessir illræmdu rannsóknarréttir sem að kirkjan stofnar, og sá fyrsti kallaður rannsóknarréttur miðalda, en hann var í höndum biskupa og dóminikanskra munka. Fransiskanarnir voru líka með í þessu. Svo kom spænski rannsóknarrétturinn sem var illskan uppmáluð, og sá portugalski var ekkert betri. Og svo kemur rómverski rannsóknarrétturinn þarna 1542, þar að segja eftir að siðbótin fer í gang. En það enginn sem veit hversu mörg 100.000 létu lífið í þessum ofsóknum. Sumir tala jafnvel milljónir. En auðvitað veit enginn neitt það, því að það ekki neinar skráðar heimildir fjöldan. En þetta voru linnulausar ofsóknir svo öldum skipti. Og hér bara verið að vitna í
blaði Sagan öll og köl og pína stendur hérna í nafni Guðs og það var ekki eins og fórnarlömbin fengju bara að týna lífinu snögglega heldur voru þau pínd á svo hryllilegan hátt að ég ætla ekki að hafa það eftir. Ég hef lesið slatta tólin sem notuð voru og maður fyllist viðbjóð og meira segja aftökurnar í Mið-Austurlöndum. Mér líka að segja að það eru mildar miðað við það sem að kirkjan leyfði sér að gera. Og þykir okkur nú alveg nóg að fá fréttir af Mið-Austurlöndum og aftökum þar þessa stundina. Hér er svona ein svipmynd, ég ætla ekki að bjóða ykkur upp á marga myndir og ekki lengi í einu, en þetta er líka úr blaðinu Sagan öll. Og þetta er slíkur viðbjóður að maður skilur ekki að maður geti komið svona fram við annan mann, maður skilur það ekki. En þá er það að Lúther stígur fram á sjónarsviðið þegar allt þetta er í algleymingi og það merkilega við Lúther er það að hann flytur okkur fagnaerindið ómengað á mjög einfaldan hátt, vel skiljanlegt, þannig að alþýðan tekur undir þetta. Og allar þessar 95 greinar sem að Lúther negndi á dyrnar í Wittenberg, þær segja bara þetta sem þú sér hérna á tjaldinu. Þær segja einungis þetta að fyrirgefningin er öllum ókeypis. Og það sem að Lúther er þá að gagnrýna er það að kirkjan er farin að selja fyrirgefninguna. Og þú gast meira segja borgað fyrir ódrýgðar syndir sem þú hafðir hugsaðir að drýja og þú fékkst blað upp á það að þú gast, mér líka að segja, bæði drepið og stólið og nauðgað og greitt fyrir það fyrirfram og fengið engu að síður syndaaflausn og bara veifað blaðinu framan í Guð og sagt við Guð, já, ég er búinn að borga fyrir þetta og þú getur ekkert sagt við því, ég er saklaus af ódæðinu sem ég er búinn að fremja. Hvernig dettur nokkrum í hug að hugsa svona? Ég veit það ekki. Það þarf einhvern skrítinn heila til þess að gera það. En það er annað sem oft gleymist í sambandi við Lúther. Og það er það að hann færði okkur mönnunum, nútíma manninum, það sem kallað er í kirkjusögunni samviskufrelsi. Það sem við köllum í dag mannréttindi, valfrelsi, tjáningafrelsi, ritfrelsi og það að geta komið saman og deilt skoðunum með hvert öðru án þess að eiga það á hættu að salurinn sé hálffullur af njósnurum til þess að framselja þá sem segja eitthvað sem að ríkið ekki er sammála Og þessi stórkostlega yfirlýsing Lúthers er þessi og ég held að hún sé nokkuð rétt skrifuð af þeim sem að fylgdust með. En fyrri daginn, það er að segja 16. apríl ef ég man rétt, eða 17. ég skal ekki fullyrða það, að fyrir daginn að þá er Lúther beðinn að taka sem sagt allt aftur sem hann hefur skrifað og bækur hans voru þarna á mörgum borðum
og hann bað umhugsunarfrest sem hann fékk til næsta dags og þá ætlaði hann að verja það sem hann hafði skrifað en þeir vildi ekki heimila honum neina vörn og þá það að Lúther kemur með þessa yfirlýsingu hérna sem alveg stórkostleg. Fyrst yðar hátign og þér voldugu fyrstar, krefjist að ég svari skýrum, afdráttarlausum orðum skal ég gera það. Ég get hvorki beygt trú mína undir úrskurð páfa né kirkjuþinga, því að það deginum ljósara að hvorugt óskeikult og hvort tveggja hefur oft farið með rangindi og verið hvort upp á móti öðru. Sannfærist ég ekki af vitnisburði Biblíunnar eða ljósum rökum, sannfærist ég ekki með tilvitnun í þær greinar sem ég hef lagt fram og verði samviska mín ekki þannig bundin á orði Guðs, þá hvorki get ég né vil taka aftur orð mín, því að það hættulegt fyrir kristinn mann að mæla gegn samvisku sinni. Hér stend ég og get ekki annað, svo hjálp mig Guð. Amen. Þessi yfirlýsing, hún svo djúp að maður einhvern veginn ræður ekki við að tjá hana sem skildi. Því að hér segir Lúther, ég á mér samvisku. Ég hef fullan rétt á valfrelsi og ég hef kosið að velja Biblíuna sem mitt leiðarljós. Þess vegna mun ég hvorki lúta páfa né kirkjuþingi né nokkrum öðrum sem í andstöðu við Biblíuna. Og svo segir hann, hér stend ég. Og hann á ekki við að hann standi þarna á gólfinu. Heldur, þetta mín afstaða. Og henni verður ekki hnekkt. Þótt þið pínið mig til dauða eða færið mig á bálið, þá mun ég ekki taka eitt einasta orð á orðum mínum aftur. Og þessi vinir, hornsteinn mannréttinda, lagður af kristnum manni og engum öðrum. Frönsku heimspekingarnir á upplýsingatímanum á 18. öld, þeir reyndu að segja, við fundum upp á þessu. Þetta okkur að þakka. Ég ætla að vera svo harður að segja, það hauga lygi. Þeir voru þiggjendur þessa mannréttinda, þökk sé Lúther og öðrum siðbótarmönnum. Og sumir af þessum heimspekingum eins og Voltaire, hann þurfti að flýja Frakkland vegna þess að þar ríkti ekkert samviskufrelsi í raun og veru til Englands af því að þar höfðu mótmælendur komið samviskufrelsinu á fót. Og það mjög sorglegt til þess að vita að kristindómurinn skuli aldrei fá neina þakkir fyrir nokkuð skapandi færandi hlut. Og svo illa sumum við kristindóminn, það má helst ekki vera morgunbæn hjá þjóð sem kennir sig við kenningar Lúthers. Það sorglegt til að vita. Ég vona þeir hendi ekki lestri Passíusálmanna út líka. Það væri algjör hörmung ef það gerðist. Dirfska Lúthers á ríkisþinginu í Worms 17. og 18. apríl 1521 skilst betur í ljósi Toulouse samþyktarinnar
frá 1229 sem kom á fót dómstóli rannsóknarréttarins gegn öllum lesendum Biblíunnar á alþýðumáli. Þetta var dómur blóðsúthellingar og eyðileggingar í 3., 4., 5. og 6. kafla tilskipunarinnar svo fyrir lagt að leggja skuli gersamlega í rúst hús hinna aumustu felustaði og jafnvel neðanjarðarbyrgi fólks sem dæmt var fyrir að eiga Biblíuna. Þetta fólk skyldi elt inn í skóga og hella og jafnvel þeir sem veittu þeim húsaskjól skyldu hljóta þungar refsingar. Þannig hófst 500 ára tímabil ótölulegra refsinga. Þess vegna þegar Lúther segir mín samviska bundin af því sem stendur í Biblíunni, þá vissi hann að hann hafði kveðið upp dauðadóm yfir sjálfum sér. Hann vissi það. En hann lét sig hafa það. Hér svolítið skemmtileg grein í blaðinu Der Spiegel og þar segir með orðum Lúthers: hér stend ég, þetta afstaða mín. Ég krefst samviskufrelsis. Með þessum orðum miðaldir kvaddar og gangan inn í nútíma mannréttindi hafin. Og í sama blaði segir þessi Ulrich Schwarz eftirfarandi, og hér getur við lesið þýskuna ef þú vilt. Luther der Entdecker der Gewissensfreiheit. Luther uppgötvari samviskufrelsisins. Hvernig má það vera að við elskum mannréttindin en þolum ekki Biblíuna? Það öfugmæli í raun og veru. Það skylda ríkisins að vernda samviskufrelsi og við það vald þess í trúmálum takmarkað. Samviskufrelsi réttur borgarans. Það að segja, þegar þú fæðist inn í þennan heim, þá átt þú þennan rétt. Það enginn sem getur komið og sagt, ég veiti þér þennan rétt, því að þú átt hann við fæðingu. Og það hefur engin heimild til að taka þennan rétt frá þér, því að þetta þinn fæðingarréttur, hvorki meira né minna. Já, skömmu eftir siðbótina síðasti rannsóknarrétturinn stoppsettur 1540. Og það jesúítar sem að veita þeim rannsóknarrétti forystu. Og það verður að segjast þá að þeir engum líkir. Þeir grimmastir allra, ófyrirleitnastir allra og voldugastir allra. Engin glæpur of stór til að drýja, engin blekking of svívirðileg til að stunda, ekkert dulargervi að þeir tæki það ekki á sig. Og svo kemur hræsnin.
höfðu á sér yfirbragð heilagleika, vitjuðu fangelsa, sjúkrahúsa, veittu aðhlynningu sjúkum og fátækum af því að tilgangurinn helgar meðalið. Þessi rannsóknarréttur sem sagt endurreistur 1542 en jesúítarnir urðu til 2 árum áður. Ég þori varla að minna okkur á að páfinn í dag jesúíti. Hann hefur á sér yfirbragð heilagleika, umhyggju fyrir sjúkum og fátækum, en tilgangurinn helgar ennþá meðalið. Og þeir gera það sem þeim sýnist í þágu kirkjunnar. En það bannað að segja þetta í dag. Því að öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir í dag. Ein útgáfa, þetta er frá blaðinu Sagan öll. Ein útgáfa á rannsóknarréttinum var hin rómverska útgáfa, það er að segja frá 1542, þessi síðasta útgáfa sem að jesúítarnir stýrðu. Já, það stendur þarna líka. Hann var stofnaður árið 1542, en ef þú athugar hérna neðst, að þá sérðu að þessi rannsóknarréttur ennþá til, bara undir nafninu Söfnuður kenningarinnar, og fyrrverandi pái, Benedikt XVI, var yfirmaður rannsóknarréttarins áður en hann gerðist pái. Svo að þessi stofnun ennþá til, þó við vitum kannski ekki mikið hvað hún að gera í dag. En Jesús sagði að þetta þunga ofsóknar tímabil yrði stytt. Og styttingin kom árið 1620. Þá höfðu svokallaðir separatistar, sem ekki voru púritanar, en við getum þýtt orðið separatisti með orðinu aðskilnaðarsinnar. Þeir hefðu skilið sig frá bresku kirkjunni, flúið til Hollands og héldust þar við í 18 ár, yfirgáfu allt sem þeir áttu í Bretlandi og urðu að byrja lífið upp á nýtt í Hollandi, en þeir tóku það ákvörðun þar að sigla vestur haf til nýja heimsins. Og hér það Robinson að kveðja félaga sína sem eru að róa út í Mayflower til þess að leggja í sjóferðina miklu til nýja heimsins. Því að ekki voru það lengur bara kaþólikkar sem að ofsóttu, heldur jafnvel svokallaðir mótmælendur eða púritanar í Bretlandi. Og þessir púritanar, þegar þeir komu til nýja heimsins, þá voru þeir ekkert betri í sínum ofsóknum heldur en kaþólsk kirkja. Og ég ætla ekki að orðlengja hvers konar ofsóknir þeir stunduðu. En hér þeir komnir til nýja heimsins og það tvennt sem að þessir separatistar taka með sér. Annars vegar hina svokölluðu Genfarbiblíu, en í henni eru allir konungar Gamla testamentisins titlaðir sem einræðisherrar, geðræðisherrar eða týranar.
og flestir konungar í konungabókunum og krónikubókunum eru vondir konungar sem gerðu allt sem illt var í augum Guðs. Og þessir sem að fóru yfir hafið, separatistarnir, 1620, þeir hétu því að þar yrði engin konungur sem færi með æðsta vald og jafnvel yfir samvisku borgaranna. Þeir tóku með sér aðra bók sem var eftir Fox og fjallaði píslavætti, og þessu tvennu gleymdu þeir aldrei. Þess vegna verður mannréttindaskrá Ameríku eins og hún er, með samviskufrelsi og tjáningafrelsi og ritfrelsi og svo framvegis. Það var hægt að halda alveg heilan fyrirlestur það. En nú höldum við áfram með spádóma Jesú. Þrengingatíminn er á enda. Hann var styttur hátt í 200 ár eða meira. En svo segir Jesús að það muni koma landskjálfti, að sólin muni verða svört og tunglið sem blóð, stjörnur himinsins muni hrapa eins og þegar þú skekur fíkitréð, og það næsta sem gerist er endurkoma Jesú Krists. Og menn eru almennt sammála það, og ég er hér bara að vitna í íslenska sögubók, að Lissabon jarðskjálftinn sem kom 1755, hann var tímamóta atburður. Því að Biblían talar ekki bara þennan jarðskjálfta sem bókstaflegan jarðskjálfta, og sumir halda hann að vera jafnvel upp á 10 á Richter. Hvort að það er rétt eða rangt skiptir ekki máli. Hann var gríðarlega stór, sennilega svo öflugasti sem nokkurn hefur skekið heim okkar. En þessi jarðskjálfti var forboðið þess að koma mundi pólitískur jarðskjálfti sem mundi hræra svo upp í heimsmálum að ógn stæði af því öll saman. Og ég tók nú þessa mynd við konan heimsóttum Lissabon, þar sem að flóðbylgjan gekk á land og jarðskjálftinn skók borgina, og þessi kirkja, hún er ennþá þaklaus, og svo er vitnað þarna í prest sem segir að borgin er rústir einar. Sumir segja að 50.000 manns hafi látist, aðrir fara upp í 100.000. En Guð er hérna að segja við okkur mennina: ef að ég fæ ekki að stýra náttúruöflum þessa heims, og ef að ég fæ ekki að veita ykkur aðstoð í hinum pólitíska heimi, þá mun því miður ykkur mönnunum ekki takast vel til. Hér er talið að 100.000 manns hafi farist. Bókin heitir bara Sagan, og meir segja hálffuglinn, guðleysinginn, Voltaire, honum var ekki sama þegar að hann fann fyrir jarðskjálftanum og heyrði örlög þeirra sem að hann bitnaði hvað mest á, og það svona, hann var hljóður allavega í smástund á eftir. En hinn pólitíski jarðskjálfti, hann kom, og hann var miklu, miklu verri. Franska stjórnarbyltingin. Ég veit ekki hvað þú hefur eytt miklum tíma í að lesa hana, en hún stendur yfir frá 1789 til 1799. Og ógnarstjórnin, sem nú versta tímabil
frönsku byltingarinnar er bókstaflega talað ólýsanlegt. Fallöxin, hún hafði ekki undan að höggva höfuð af fólki, bæði í París og víða Frakkland. Og stundum fannst þeim ekki þetta ganga nógu hratt fyrir sig, þannig að þeir stilltu bæði táningum og öðrum upp fyrir framan fallbyssur í vonum að kúlan færi í gegnum sem flesta búka. Mér þykir ekkert gaman að greina frá þessu, en Guð sagði, já, það kemur jarðskjálfti, en það kemur líka pólitískur jarðskjálfti. Og hann mun hafa meiri afleiðingar í för með sér en hinn bókstaflega. Og þeir komu hver á fætur öðrum, þessi pólitísku jarðskjálftar. Frönsk bylting 1830, 1848 byltingin, hún skall á allri Evrópu og hún var gríðarlega mannskæð. Og mig langar til þess að vitna í konu sem við adventistar höfum mikla trú á. Hún heitir Ellen G. White og hún fékk að sjá atburði sem mundu gerast í framtíðinni og hún fékk meðal annars að sjá þessa byltingu hérna í Evrópu. Og sýnin sem hún fær í byrjun árs 49, en byltingin entist alveg fram á vor, fram á sumar. Hún sér að Jesús segir við englana á skautunum 4 á jörðinni. Þetta er auðvitað myndmál, en bókstaflega talað þá segir hann við englana sína, haldið aftur af þessari byltingu, svo hún verði ekki að gereyðingu fyrir alla Evrópu. Þannig að Guð leyfði sér að taka fram fyrir hendurnar á okkur mönnunum til þess að við gerðum ekki algjörlega út af okkur sjálfum. Og þessar byltingar, þær héldu áfram þangað til að Sovétríkin urðu til. Og kalda stríðið með öllum sínum hugsanlegu afleiðingum verður staðreynd. Og það er ekkert skrítið þó að það sé sagt við Lenin, reyndu nú að losa heiminn við þennan yfirstéttar skít. Það er að segja kúgun aðalsins á hinum almenna borgara. Mér liggur að segja hver hafði á móti því. Og einu sinni þegar ég var að lesa svolítið sögu Rússlands, það er nú alltaf í frásögufærandi, en mér blöskraði svo opbóðslega frásögnin að hún einhvern veginn hefur bara fest í minni. Það koma þarna hefðar frúr uppáklæddar með perlur og gimsteina og gull og silfur út alla jarðir, og þær eru að heimsækja fangelsi. Og hvað heldur þeir komið með? Handa þessum glorsoltnu föngum sem voru bókstaflega að farast úr hungri. Þeir komið með einhvers konar guðsorðabækur. Og ég hugsaði með mér, já, það var svo sem ekki svo ljótt út af fyrir sig, en hvað með að koma með brauðmóla handa þeim? Það er bara við mennirnir. Fyrri heimsstyrjöldin, jarðskjálftinn heldur áfram. Seinni heimsstyrjöldin, jarðskjálftinn heldur áfram.
Og svo það að Jesús segir að sólin muni sortna. Hún gerði það. Það kom svokallaði dimmi dagurinn 1780. En hvað það sem Guð að segja við okkur mennina þegar hann myrkvar sólina á sinn hátt? Það voru engin náttúrulögmál hér á ferðinni. Það enn ekki búið að útskýra hvað gerðist. Sumir giska á þetta og aðrir giska á hitt. Eldgos, reykmökkur frá eldgosum. En mér skilst að engin svör dugi. Hvað það sem að sólin táknar í Biblíunni? Hún táknar fyrirgefandi kærleika Guðs. Og Jesús segir á öðrum stað í Guðspjallinu að þegar ég kem aftur þá hefur kærleikurinn hjá þorra manna, hann hefur slokknað. Og ég spyr sjálfa mig, erum við komin inn í þann tíma þegar að kærleikurinn ekki lengur til staðar í hjörtum okkar mannanna? Þessi umburðarlyndi, tillitssami, hjálpsami, fyrirgefandi kærleikur sem að eyðir öllum ágreiningi og gerir það verkum að við getum fallist í faðma og verið vinir af hjartans einlægni. Það þetta sem Guð að segja við okkur. Ef þið slökkvið á náðarsólinni, ef þið slökkvið á fyrirgefningunni, ef þið lítilsvirði kærleikann, hvað þá eftir? Og nóttin á eftir, eins og Jesús sagði, þá myndi máninn verða sem blóð. Hvað táknar tunglið í Biblíunni? Jú, það táknar hið spámannlega orð, þar segir Biblíuna. Og hér Pétur fyrirgefið að hvetja okkur til þess að lesa Biblíuna þangað til að morgunstjarnan Jesús rennur upp í hjörtum okkar. Og við skiljum að Jesús fyrirgefningin, hann náðin, hann miskunnin, hann upprisan, hann lífið, hann framtíðin, hann ný jörð og nýr himinn. Já, Biblían hún skiptir máli því að hún hefur fært okkur ómældar jákvæðar gjafir eins og til dæmis mannréttindin fyrir utan boðskapinn fyrirgefningu syndanna. Þá komum við að spádómi sem langar til þess að við kíkjum stuttlega á. Og það að allt í einu, nú erum við komin svolítið aftur í tíman og við erum reyndar ennþá í frönsku stjórnarbyltingunni og eitt af því sem að franska stjórnarbyltingin gerði, það var ekki bara það að innleiða guðleysið í allri sinni ófresku mynd, en sú ákvörðun var tekin af frönsku stjórnarbyltingunni að banna notkun Biblíunnar yfir höfuð. Og þegar allt var komið á ringulreið, að þá var það að einn þingmaðurinn stakk upp á því að heimila aftur lestur ritningarinnar og kirkjusókn
og guðsþjónustur, því að hann sagði við höfum upplifað þvílíka illsku og mannúðarleysi og svo margar aftökur að við verðum að snúa okkur að einhverju sem að getur verið grundvöllur fyrir betra þjóðfélagi. Og þá samþykkt eftir 3,5 ár að leyfa aftur lesturritningarinnar og guðsþjónustuna. En það sem að Guð gerir núna, mér finnst þetta svo merkilegt vegna þess að mitt í þessum spádómi frönsku stjórnarbyltinguna og bann við ritningunni, þá segir Guð hérna rétt á undan að hann muni koma því til leiðar að lífsandi fari aftur í Gamla og Nýja testamentið, þannig að það stígi bókstaflega upp til himins og óvinir Biblíunnar, þeir horfa á þetta algjörlega undrandi. Og þetta auðvitað sagt á spámannlega vísu, en það sem gerðist bókstaflega það að þessi 10 ára stelpa hérna, Mary Jones, hún fékk svo mikinn áhuga fyrir Biblíunni að hún lagði allt í sölurnar til þess að eignast hana. Og hún safnaði peningum í 10 ár til þess að eignast Biblíuna. Og að lokum eignast hún Biblíuna og áhugi hennar fyrir Biblíunni og hvað hún hefur lagt mikið á sig til þess að eignast hana fór eins og fiskisaga allt Bretland, þannig að hið breska biblíufélag stofnað 1804 og það sem þá gerist að þessi Ebenezer Henderson ákveður að stofna biblíufélag hér á Íslandi. Og hann fer allt land, hér sjáum við litaða línur ferðalag hans þegar hann að dreifa Biblíunni sem hann kostar að verulega leyti sjálfur. Ég búinn að reyna lengi að eignast þessa Biblíu en mér hefur ekki tekist það. En ég á Nýja testamentið og ég verð sennilega að láta það duga. En ástæðan fyrir því að ég kem örstutt inn á þetta þessi, að núna Biblían til bókstaflega á öllum heimilum. En hvað gerum við hana? Það mín stóra spurning og ég spyr sjálfa mig að þessu líka. Liggur hún bara upp í hillu eða get ég hugsað mér að taka hana niður og lesa hana? Og þriðja táknið sem að Jesús talar reyndar fyrir munn Jóhannesar postula, stjörnuhrapið sem kom 1833. Og stjörnurnar í Biblíunni eru táknmynd boðbera ritningarinnar sem að flytja orðið. Og það virðist eins og að stjörnurnar brenna upp. Þær verða færri og færri sem að boða hið guðdómlega orð. Mér skilst að einhver söfnur í Danmörku sem að þurfti að velja sér nýjan prest við þjóðkirkjuna hafi lýst því yfir að þau vildu fá prest sem væri trúaður. Mér finnst það svolítið merkileg yfirlýsing. En vitið það, vinir, að þegar allir eignuðust Biblíuna á 19. öld, þá komu guðfræðingar og reyndu að segja við almúgann, verið nú ekki að treysta þessu orði. Hér eru þversagnir og mótsagnir og Móse hefur ekki skrifað Mósebækurnar. Það minnst 3-4 höfundar af Mósebókunum og minnst 2 af Jesæjabókinni.
ef ekki 3. Og einn íslenskur þjóðkirkjuprestur, hann orðaði þetta mjög ágætlega þegar hann var að tala um nýguðfræðina, að Biblían var eins og fiskmáltíð og áður en við borðum fiskinn, svona eins og við gerðum það í gamla daga, þá verður það að tína öll beinin fyrst úr fiskinum svo að þau stæði nú ekki í manni. Og hann sagði það er eins með Biblíuna, hún er svona eins og góð fiskmáltíð, en við þurfum auðvitað að tína öll beinin úr Biblíuna áður en við förum að borða hana eða lesa hana. Og það fyrsta sem við gerum er að henda út Åpenbókinni og svo látum við bara skynsemina ráða hvað sé notæft og hvað ekki og hvað stendur þá eftir af Biblíunni. Ég held að sé bara kápan einn. Ég held að sé ekki mikið meira eftir þegar við erum búin að tína öll fiskbeinin úr Biblíunni, þá er það bara kápan einn sem er eftir. En Daniel, hann segir að Guð muni opinbera fyrir fólki sínu þegar að tími endalokana kemur hluti sem að varða tíma endalokana. Og þegar maður les kirkjusöguna þá er það svo skemmtilegt að vita til þess að svona upp úr byrjun 18. aldar þá fer að vakna áhugi fyrir spádómsorðum Daniels bókar og Åpenbókarinnar og fleiri fara að rannsaka þetta. Og við Íslendingar erum svo heppnir að eiga eitt sem heitir Jón Espólín og hann er fæddur í Eyjafirði og hann átti heima þarna að Flugumýri í Blönduhlíð og svo átti hann heima meira þess að rétt hjá þar sem ég var í sveit, í Viðvíkursveit. Og hann skrifar bók sem er útlegging hans á Åpenbókinni og ég er svo groppinn að eiga þessa bók. Og þó þú borgaði mér stórfé fyrir þá myndi ég ekki selja þarna. En skulum heyra aðeins hvað hann segir hérna hérna 14. hluta 14. kafla Åpenbókarinnar. Þetta er svolítið öðruvísi íslenska en við erum vön. En hann segir hérna, þetta er trúarboðafélögin. Það er að segja trúboðsfélögin sem fór út allan heim. Til að boða Guðs eigið orð, öldungis eftir bókarinnar orðtökum. Það er að segja, við snúum ekki út úr neinu sem stendur í Biblíunni, við tökum hana á orðinu og förum eftir henni. Fyrir öllum þjóðum í þeirra eigin tungumálum og áminna þær að trúa á Guð skaparann, hvar við bætist að hans dómstími sé kominn, nefnilega yfir kristindómsins óvinum sem þekkjanlegir eru og sem Kristi tilkoma innan ekki langrar tíðar skal steypa. Krists ríki nálægist í krafti sínum. Þetta er gefið út 1855 og þá er hann sannfærður að hann á hans tíma jafnvel gæti upplifað endurkomu Jesú Krists. Og hér er annar maður sem heitir Bengel sem skrifaði mikið Åpenbókina og ég á útleggingu hans á sænsku og þessar bækur skal ég segja ykkur, þær voru lesnar á sínum tíma. En allir þessir að boða endurkomu Jesú Krists. Hér eru litlu börnin í Svíþjóð af því að það mátti enginn boða Guðs orð, þá er það að Guð uppvakti lítil börn. Þau voru bara að leika sér á gólfinu, allt í einu stóðu upp, fóru upp á borð og svo fóru þeir með orð úr ritningunni, óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin er stund dóms hans. Og leið og að barnið segir komin er stund dóms hans, að þá segir barnið það er stutt í endurkomu Jesú Krists. Og hér sjáum við Erik Valblum og
Ólaf Búkvist að vera að fara illa með þá í fangelsi af því að þeir voru að flytja orðið endurkomu Jesú Krists. Og þegar að konungurinn Óskar fyrsti frétt af þessu, þá bannaði hann þessa framkomu við börnin. En hvað átti Guð að gera? Ekki fluttu prestarnir orðið, ekki máttu aðrir flytja orðið sem voru fullorðnir. Hann notaði þessuna börn, ólæs og táninga, en það var þagga niður í þessu öllu saman. Og hér höfum við Jesúíta sem að skrifaði bók endurkomu Messíasar, en hann fekk fljótt að finna fyrir því að hann ekki var á réttri hillu. En engu að síður þá átti Guð meðal Jesúíta einstaklinga sem lásu Biblíuna, trúðu henni og fluttu endurkomubóðskapinn á 19. öld. Og hér gyðingurinn Jósef Wolf sem að bókstaflega fór út allan heim. Þýskaland, England, Mið-Asíu, Bandaríkin, Möltu, Grikkland, Krímskaga, Tyrkland, Palestínu, Egyptaland, Eþíópíu, Jemen, Indlands og Úsbekistan. Ég veit ekki hvar hann ekki var til þess að segja frá því á miðri 19. öld að það væri stutt í endurkomu Jesú Krists. Það gerði líka Edward Irving í Bretlandi og William Miller í Ameríku, og við adventistar við lítum á William Miller sem svona fyrsta adventistan. Hann notaði það aldrei orð sjálfan sig, en þeir voru kallaðir adventistar af því að þeir voru alltaf að tala the second advent of Christ. Og við tölum aðventu jóla, sama orð, og orðið aðventa merkir á íslensku tilkomu dagar jóla sem við höldum upp á. Og við trúum því að við lifum núna á tímum tilkomu annarar komu Jesú Krists. Nákvæmlega hvernig hann kemur hefur okkur ekki sagt. Svo segir Jesús þarna í Mattheus 24 að það komi alls konar drepsóttir skömmu áður en hann kemur. Og ég leyfi mér að taka með spænsku veikina, fuglaflensuna, AIDS, ebólu og SARS sem lungnaveiki. Og Jesús segir að það verði hungursneyð, og ég var að hlusta á fréttir bara núna í vikunni það að stærsta vandamál okkar 2030 stærsta vandamál er það að við erum orðin svo mörg á hnettinum að það er ekki til matur handa okkur öllum. Þannig að hungursneyð skellur ekki þá á bara vegna uppskerubrests, heldur vegna þess að fjöldin er orðin svo mikill og munnarnir svo margir og það er bara ekki til matur handa öllum. Og hér sjáum við fátæktina í sinni verstu mynd, og hver man ekki eftir Rúanda. Og Jesús segir að það verður hernaður og ófriðartíðindi og upphlaup og þjóð mun rísa gegn þjóð. Allt þetta höfum við upplifað á okkar tímum. Og svo segir Jesús þessa merkilegu setningu hérna: þessi kynslóð sem upplifði jarðskjálfta, sem upplifði dimmadaginn, sem upplifði að tunglið varð að blóði, sem upplifði stjörnuhrapið og sem upplifði alla spádómana sem á eftir komu. Þessi kynslóð sem boðaði endurkomu mína, segir Jesús, hún mun aldrei líða undir lok. Og hér nokkrir af þessum boðendum: börnin í Svíþjóð, Irving í Bretlandi, Mattisson í Noregi, Davíð Östlund á Íslandi og konan hans, Lacunza, Jósef Espolín og Bengel, Miller, White, Olsen og svo
svo síðast heitir líka Olsen Olsen. Svo að ég legg spilin í borð og segi bara Olsen Olsen, þetta hefur allt gengið upp. Spádómurinn í Daníel 11 segir okkur að Sovétríkin mundu líðandi lok. Það gerðist á jóladag 1991. Það er langur fyrirlestur út af fyrir sig og sá sem fekk allan heiðurinn fyrir að Sovétríkin líðandi lok er það sem hún sér hérna. Það er Jóhannes Páll annar sem að fær allan heiðurinn fyrir það og hér er fólki komið saman til þess að heiðra hann fyrir það hafa verið aðal orsök falls Sovétríkjanna. Þetta verði ég að lesa fyrir ykkur. Svo mikil var heiftin í garð mótmælenda á þessum tíma í Englandi, þar að segja 1478 til 1535. Að Sir Thomas More, lögmaður og einn helsti ráðgjafi Hinriks VIII, fram að skilnaði hans við Katrínu, lét brenna fólk á báli fyrir það eitt að eiga, sem reyndar fáir áttu, eða svo mikið sem lesa í Biblíunni, þá varstu brendur á báli. Þrátt fyrir það var hann tekinn í tölu dýrlinga í maí árið 1935 af Píusi 11. páfa og taktu nú eftir. Jóhannes Páll annar, sem er nýdáinn, gerði hann að verndardýrling stjórnmálamanna í nóvember árið 2000. Og hana nú. Hann er verndardýrlingur, sá sem að brendi litla stúlku á báli fyrir það að hafa lesið 2-3 orð í Biblíunni. Hann er verndardýrlingur stjórnmálamannana í dag. Og hornin 10, Evrópusambandið, mun hafa eitt ráð og máttinn og vald sitt mun Evrópusambandið gefa páfaveldinu sem var í 1260 ár, er ekki í 200 ár en kemur aftur 1989 þegar Berlínarmúrinn féll. Og síðasta stórveldið, hér er bara forsíðu fréttir, síðasta stórveldið er allir sammála að séu Bandaríkin. En þegar að Bandaríkin stíga fram á sjónarsviðið, þá verður ferill þess stuttur, segir spádómurinn. Hversu stutt er, vitum við ekki, en þetta er eina stórveldi í dag. Það mun ekki ljást tími til fleiri stórveldi að vera til. Og 2006 þá afnam Bush og stjórn hans þessa voldugu meginreglu habeas corpus, sem þýðir það að þú mátt ekki hafa habeas corpus líkama minn í gæsluvarðhaldi án ákæru og án dóms og laga. Jú, segir Bush, við getum gefið út handtökuskipun svo framalega sem einhver segir að þú sért grunaður. Þar með má fara með þig til Guantanamo Bay, læsa þig inni, án ákæru, án dóms og laga. Vinir, hingað erum við komin í dag, hvað varðar mannréttindi. Og Guð hjálp okkur ef að stjórnir landa fara að nýta sér þetta ákvæði. Sagt er að fangar sem fluttir hafa verið héðan og þangað og hingað og eitthvað annað hafa verið handteknir án ákæru, án dóms og laga og pyntaðir illilega jafnvel til dauða. Af því að nú er handtökuskipun gefin út án ákæru og þú ferð að dúsa án dóms og laga eins og ríkisstjórninni sýnist.
Já, hér eru 2 drengir, annar frá Palestínu og hinn eftir að turnarnir 2 hrundu. Og þeir spyrja báðir, af hverju getum við ekki leikið okkur saman? Hvað er að? Hvað er að okkur mönnunum? Stórveldin komu og stórveldin hurfu. Babylon, Medar og Persar, Grikkir, Rómverjar, Páfadómur, Sovétríkin, Bandaríkin eru núna stórveldi. Páfadómur er komin aftur. En við sem að trúum og treystum Jesú Kristi, við trúum því að hann muni koma aftur og færa okkur eilíft friðaríki til þess að vitna í Pétur þar sem að réttlæti býr. Og næsta þriðjudagskvöld ætlum við að fjalla um þetta friðaríki framtíðarinnar. Þar sem að allt hið fyrra er horfið og dauðinn er ekki lengur til. Og eilífðin hefur tekið við og mér langar eiginlega til þess að vitna í, það skaust allt inn upp í huga minn, Larry King, þennan frábæra spyril hjá CNN, fréttamiðlinum. Hann var spurður að því, hvað er það sem að þú helst óskaði þér ef þú mættir koma með eina ósk? Og hvað held hann hafi sagt? Að ég fá að rísa upp frá dauðum og verða aldrei eldri en 30 ára og þess vegna að fá að lifa alla eilífð sem 30 ára gamalt ungmenni. Vel sagt. Ef þú mátt vera að því að koma í síðasta sinn eftir viku, þá ertu hjartanlega velkomin. Ég þakka þolinmæðina og samverustundina og Guð bless okkur öll. Amen.